fasta punkta falla og skilgreiningin hún hér, hún svona í bókinni að við erum með fallið F sem er úr talnamengjunum A í B og tala í menginu A, það er rauninni x-in okkar, fasta punktur fallsins ef fallgildið verður sama talan. Það sem að kannski svona fyrst mætti aðeins skoða hérna að við erum að tala fallið sem heitir F, þannig að auðvitað ætti þetta að vera F hérna og F af x, eða að í sömu skilgreiningunni væri þá fallið alltaf með heitinu G og þá heitir það líka G. En við skulum ekki láta þetta endilega rugla okkur. Það sem að þýðir að vera fasta punktur, það þýðir bara að ef að fallið lendir einhvers staðar á þessari rauðu línu, þar sem x og y eru sömu tölurnar, að þá fallið með fasta punkt. Ef til dæmis gerir fall hérna sem fyrir hér í gegn, þá hefur fallið punktinn 2,2, þá það fasta punktur. Þegar x og y sama talan. Skrifum þetta bara. Skilgreiningin þýðir að ef x og y sama talan, þá sú tala kölluð fasta punktur fallsins. Ok, og nú ætlum við að athuga hvort að fallið x í öðrum mínus 3x pluss 3 sé með fasta punkt og ef svo þá ætlum við að finna þann punkt. Og það sem ég geri alltaf fyrst, ég byrja alltaf á því að teikna og ég mæli með því að þið gerir það líka. Og hér ég búin að teikna inn í Desmos x í öðrum mínus 3x pluss 3 og við sjáum að fallið sker línuna í punktinum 3,3 og 1,1. Þannig að það eru vissulega fasta punktar, þeir eru 2 og við sjáum að það annars vegar 1 og hins vegar 3. Og nú ætlum ég að sýna ykkur hvernig við reiknum þetta. Skref 1 að við tökum fallið okkar, þetta rauninni það sem gefur okkur y, og setjum jafnt og x. Við viljum að f af x sé jafnt og x. Því að þetta hér, þetta y. Þetta hérna að reikna út y fyrir ákveðið x. Þannig með þessu erum við í rauninni að skoða hvenær verður y jafnt og x. Þannig nú ég búin að taka fallið og ég búin að segja jafnt og x og síðan vil ég einangra x en af því þetta annars stigs jafna þá leysum við hana ekki svo auðveldlega með því einangra x heldur förum við þá leið að geta notað annars stigs nú rugla ég bara lausnaformúluna sem stundum kölluð IMPA og stundum kölluð eitthvað annað og þið ættu að kunna hana ef ekki, þá verðið að rifja hana upp. Og ég segi þetta annars stigs fall vegna þess að hér x í öðru veldi og þá þurfum við alltaf að beita þessari aðferð sem ég ætla að sýna ykkur núna.